gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Hvað heitir þú? Stefán Bragi. Hvað sætt Stefán Bragi? Hvernig hefur það í dag? Það bara mjög vel. Já. Og hvað, eitthvað sérstakt sem gleður þitt hjarta? Nei, bara góð dagur, gott veður, bara fínt, já. Ætlar að kjósa? Nei, ég ætla ekki að kjósa. Ég ætla að sleppa því, sko. Ég hef ekki nóg mikið viti yfir því. Ekki búin að kanna mér málið og ég ætla ekki að kjósa neitt nema ég kanni mig algjörlega í allt saman það, sko. Sem náttúrulega bara mjög góð afstaða. En ertu búin að sjá eldgosið? Bara í mynd, sko, í fréttunum, sko. Ég held að hús væri að brenna einhvers staðar í Reykjavík, sko, þegar ég sá þetta, sko, morguninn, sko. En bara svona að lokum, svona ef að þú fengir að ráða svona hvað væri ofan á í alþingiskosningunum, það sést hvaða mál yrðu svona efst á baugi í næstu ríkisstjórn, hvað myndir þú velja? Það væri pottet húsnæðavandamálin, sko, þetta er alveg hræðilegt, sko. Já. Eina lausnið þeirra er að taka lán til þess að kaupa húsnæði. Það make a sense. Þetta á leigumarkaði? Já, svona leita mér húsnæði þetta. Já, bara eins og gengur. Já, akkurat. Herri, takk alveg fyrir þetta. Ekki vandamálið. Já, bless. Og segj mér hvað þið heitið. Þetta er Björn. Já, ég heiti Valdimar. Komið þið sælir Björn og Valdimar. Hvernig hafið þið það í dag? Hvernig hefur það? Það er mjög gott. Alltaf vel. Það bara gleður mig. Þú ert bara glaður í hjarta. Nú er ég bara búin. Takk hérlega fyrir. Má ég eitt að lokum? Eru þið búin að ákveða hvað þið ætlið að kjósa? Veistu það hefur alltaf það sama. Já? Viltu segja það? Nei. Það er líka þinn réttur. Takk hérlega fyrir og njótið dagsins. Ég byrja bara á að segja mér hvað þú heitir. Já, Alexander Már Bjarnason. Hvað þú sæll, Alexander Már. Byrjaði að spyrja þig bara hvernig hefur það í dag? Bara ágætlega held ég. Bara fín. Já, er eitthvað sérstakt svona sem að gera þig fínan eða hvernig er líðan þín svona í aðdraganda kosninga til dæmis? Svoleiðis. Það sé ekki bara gengur vel í skólanum og svona vissin en ekkert með kosningarna, sko. Ég meina, við lítið fylgst með þeim. Já, þetta verður ekki, þú er ekki verið að fylgjast mikið með frambjóðundum í kappræðum og... Jú, ég horfði á kappræðunum sem voru þarna daginn en lítið annað en það, sko. Ertu með einhverja skoðun á því? Já, stjórnarflokkarnir eru eiginlega búnir, sko. Það er eina sem ég er sáttur við. Já. Já, og var eitthvað svona, er eitthvað frambjóðandi sem hefur bara svona vakið athygli þína sérstaklega? Já, svona... Hvernig athygli þá? Bara, fyrir kannski bara skilaga framkomu eða bara, eða bara flott málefni eða bara hvað sem þetta bara er eitthvað svona sem að þú tekur sérstaklega og tók sérstaklega eftir og hefur tekið í þessar kosningabaráttu þó að það hafi fylgst lítið með. Já, í kappræðunum til dæmis þannig fyrir einhverju viku síðan þá fannst mér Sannamanninn alveg afskotu koma vel fram að það sem bara frekar gott, sko, finnst mér. Var það eitthvað sérstakt í hennar fari eða? Já, bara kemur betur fram heldur en þessi sem var þarna fyrir á undarinn, ég man ekki hvað hann heitir, Guðmundur Smári eða eitthvað. Já, Gunnar Smári heitir hann. Já, mér finnst það koma mikið betur fram heldur en. Já. Betra leiðtogaefni fyrir sósíalista? Já, myndi ég að segja, sko. Bara svona áður en ég sleppi þér, ef að þú fengir að ráða því alveg, bara algjörlega, hvaða mál yrði sett svona á oddinn í nýrri ríkisstjórn? Hvað er það sem svona skiptir mestu máli? Hvað er það sem skiptir þig mestu máli í rauninni í þessum kosningum? Mestu máli? Stuðningur Úkraínu skiptir mig mestu máli. Hvers vegna?
út af bara það er svo mikilvægt fyrir bara framtíðina að styðja við lýðræðisríki á móti einræðisríkjum eins og á ekki að líðast að einræðisherrar eins og Putin megi bara ráðast inn í önnur ríki og taka það yfir. Það er bara eða Netanyahu, nákvæmlega. Það er bara þetta má ekki líðast. Ég bara byrjar á að segja mig hvað þú heitir. Ímir. Sæll vertu Ímir. Hvernig hefur það í dag? Bara mjög gott. Já, er eitthvað sérstaklega gott í deginu þínum í dag? Nei. Nei. En hvernig leggjast kosningarnir í þig? Bara ágætlega. Já, ætlarðu að kjósa? Sósíalista, líklega. Hvers vegna? Bara. Er eitthvað sérstætt mál sem að þér finnst mikilvægra en önnur svona í þessu kosningabaráttu? Heilbrigðismál, húsnæðis, loftslagsmál. Af því að þetta er allt svona sem snertir framtíðina, þú ert ungur maður. Já. Og já, ef að þú fengir að ráða alveg, hvernig myndirðu gera forsætisráðherra? Örugglega Sönnu. Hún er góður leiðtogi. Já, mér finnst það. Kom ekki í gær, kaupa pizzu. Já, ok. Hvað fekk hún sér á pizzuna? Hún fekk sér einhverja vegan pizzu, sveppi, brokkoli, sólþurrkaða tómata, þyrstil hjörtu, hvítlauk, ólívur. Það er ekkert annað. Takk kærlega fyrir þetta. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímaleigu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Það er komin tími á meiri samvinnu. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi.